Þegar búa á til verkefni farið í plúsinn neðst til hægri og smelta á assignment. Þarna getum við gefið verkefninu nafn og við getum sett inn skiladag, alveg niður á meira segja tímasetningu á deginum sjálfum, en við ætlum bara að skella deginum inn. Ég ætla að tengja við skjal í Google Drive sem ég búin að búa til, þar sem lýsing á verkefninu og þetta kemur þarna upp í möppinu minni, ég búin að vista það þar. Ég tengi það við og ég ætla að velja að hver og einn nemandi fái eintak af þessu verkefni. Ég get valið að þau geti bara að skoða það eða þau geti breytt einu og sama eintakinu, en við ætlum að gera eintak fyrir hvern og einn. Ef ég með marga bekki sem að nota sama verkefni, þá get ég tengt þetta verkefni við þá líka og þarna get ég annarkvort sett það fyrir eða vista það sem uppkast. En við ætlum bara að setja þetta verkefni fyrir og það kemur hérna inn og ég með einn nemanda tengdan inn á þennan bekk eða á þetta námskeið. Þannig að það einn nemandi sem á eftir að vinna verkefnið. Og við skulum núna fara yfir í nemendaviðmótið. Þar sé ég að ég á eitt verkefni sem ég ekki búin að leysa og með því að smella open þá fer ég inn í verkefna síðuna og þarna sé ég að það fylgiskjal og ég get smellt á það og út af því að þetta mitt eintak að þá ætla ég að vinna bara beint í því, ég ætla að breyta nafn á því. En þið sjáið að þarna nafni á þessum viðkomandi nemanda, kennsluráðgjafi nemi, komið upp. Og þegar ég er búin að leysa verkefnið, þá smelli ég á turn in. Og þá ég að skila verkefninu í rauninni og spyr mig hvort að ég vilji tengja þetta við. Ég vil gera það og þá kemur grænt done upp í hægra horn og líka á forsíðu námskeiðsins. Ef við förum aftur yfir í kennaraviðmótið, þá sé ég núna að það einn nemandi búinn að skila og ef ég smelli á töluna þá fæ ég upp öll þau skjöl sem eru tengd þessu tiltekna verkefni. Þarna get ég gefið einkunn, ég get valið kvarðan og ég get valið að sjá verkefnin eftir því hvort þessu búin eða ekki að skila. Ég get séð í raun hvaða nemendur eiga eftir að skila. En við skulum fara inn í verkefnið, smellum á það og þá opnast bara nýr flipi inn í Drive. Við erum alltaf að vinna í sama skjalinu og það eru tvær leiðir til að gefa í raun endurgjöf. Annars vegar hægt að velja texta og fara í set inn athugasemd. Þá litast textinn og athugasemdin tengd við textan. Hin leiðin að fara upp í hægra hornið þar sem stendur ritvinnsla og velja tillögur. Þá munu allar tillögur eða allar breytingar sem ég geri fara inn í skjalið sjálft en líka til hliðar. Og það bara mismunandi eftir fólki hvað það finnst þægilegra að gera og hugsanlega það mismunandi eftir verkefnum líka. Þegar ég búin að gera mína breytingar eða gefa endurgjöf til nemanda á verkefni þá gef ég einkunn og ýti á return. Núna ég að skila verkefninu til nemandans og ný með minni endurgjöf. Og ef ég fer núna inn í nemenda aðganginn að þá sé ég að kennari minn búin að skila verkefninu. Ég sé það á græna return merkinu. Og ef ég fer inn í verkefnið þá möguleiki á að skila upp á nýtt. En ef ég smetla á skjalið þá kemur það upp með þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Og þarna Google Drive að segja mér að ég geti skoðað breytingarnar. Við gerum það með því að smetla þarna efst. Þá fáum við ef þetta væri stórt skjal að þá gætum við farið yfir breytingarnar. Síðan það eru 2 breytingar og við getum notað örvarnar til að fara upp og niður í skjalinu. Einnig hægt að smetla á sjá allan ferilinn og þá kemur upp í raun track changes eins og þegar maður að vinna
í Google Docs og sér breytingar þar.